Katego þróunarfélag Keflavíkurflugvallar stendur nú fyrir alþjóðlegri samkeppni þróunaráætlun fyrir svæðið umhverfis flugvöllinn. Áætlunin nær til ársins 2050 og mun leggja grunn að þróunarkjarna fyrir samfélagið og atvinnulífið á Reykjanesi. Við undirbúning samkeppninnar leitar Katego nú til nágrannanna íbúa á Suðurnesjum til að svara spurningakönnun og fá þannig hugmyndir og ábendingar frá nærsamfélaginu við þróun flugborgar. Niðurstöður könnunarinnar verða meðal annars notaðar við undirbúning hugmyndasamkeppninnar sem fer á fullt skrið í maí. Katego þróunarfélag Keflavíkurflugvallar nýbúið að setja í gang svona könnun þar sem að þið eruð að spyrja nær samfélagið. Út í hvað spyr ég? Já, sem sagt spurningakönnunin er hluti af stærra verkefni sem við erum að vinna að sem að snýst þróun og nærsvæðum Keflavíkurflugvallar. Og við erum að setja í gang núna alþjóðlega hönnunarkeppni fyrir þetta svæði og eru núna í undirbúningsvinnu fyrir opnun á forvali fyrir þátttakendur í því. Og spurningakönnunin er hluti af því. Við erum að kalla eftir ábendingum frá nærsamfélaginu þar sem við erum að leita bæði til íbúa og fyrirtækja og óska eftir upplýsingum frá þeim sem að þekkja svæði best hér til þess að veita okkur og þáttakendum sem sagt í þessari forvalinu. Meiri upplýsingar. Meiri upplýsingar. Já. Er eitthvað sérstakt sem að þið eru að vonast til þess að sjá eða er þetta bara, hvað ég var að segja, svona gott innlegg inn í gögn fyrir þáttakendur í þessari stóru hönnunarkeppni sem að er hvað ég var að segja, flugborgina ef að við höfum stundum verið að nota það orðið ekki? Jú. Við erum semst að óska eftir bara að íbúarnir sem að þekkja þetta svæði best geti gefið okkur ábendingar og upplýsingar sem að við verum að nota fyrir þessa keppendur. Þannig að þau fá svona aðeins innsýn okkar inn í þetta svæði og þannig erum við semst að kalla eftir hvaða styrkleikar og tækifæri fólk hér á svæðinu sér fyrir svæðið í framtíðinni. Og eins þá, ef það eru einhverju veikleikar sem að fólk telur að svæðið búi við, að kalla þessar upplýsingar fram til þess að geta svona betur móta þá þessa samkeppni fyrir sem svona bestu úrlausnina. Já. Eru þið búin að laumast í eitthvað svör? Eru þið búin að fá góð viðbrögð? Við erum búin að fá mjög góð viðbrögð. Könnunin fór bara út núna fyrir helgi og það er strax komið bara góð svörun og það er bara mjög spennandi að gaman að sjá þegar íbúarnir taka sig saman og gefa sér tækifæri, að gefa þessu tækifæri og gefa svörun. Þannig að við viljum endilega bara fá sem besta svörun þannig að við fáum góðar upplýsingar alls staðar að Suðurnesjunum og hvet fólk til þess að taka þátt. Já. Þetta er náttúrulega svakalega stórt svæði Keflavíkurflugvöllur. Þetta er eitt mikilvægasta svæði á Íslandi ef við tölum út frá atvinnulegu tilliti og ýmsu öðru. Allt í tengslu við flugið er svo stórt og mikið, þúsundir manna sem hafa atvinnu og annað. Þannig að við erum að tala risastórt verkefni að þróa svæðið næst Keflavíkurflugvelli. Já, þetta er gríðarlega stórt svæði og í þessu svæði felast bara fjölmörg tækifæri sem að við erum að reyna að sjá og beisla þá í framtíðinni. Og fyrsti áfanginn miðar náttúrulega að því að við erum svona þess að forma áherslusvæði þar sem við sjáum fyrir okkur nærsvæði hérna við flugstöðina meðfram Reykjanesbrautinni og svo tengingar flugvallarins og Helguvíkurhafnar, svo eitthvað sem nefnt. Þannig að það er bara, þarna sjáum við bara að þarna verði framtíðar uppbygging og mjög spennandi verkefni. Sjáið þið hjá Katego fyrir ykkur að úr þessari hugmyndasamkeppni komi niðurstaða sem að muni styrkja atvinnulífið, kannski fjölbreytni til dæmis atvinnulífsins á Suðurnesjum? Já, klárlega. Þetta miðar svolítið að því að við erum að horfa til þess að styrkja atvinnuvegi Suðurnesja, að við séum að auka fjölbreytni
og nota þá styrkleika svæðisins til þess að herja á þá atvinnuvegi sem að við sjáum fyrir okkur að best passi hér inn á þetta svæði. Áttu von á því að þið fáið marga þáttakendur í þessa samkeppni, jafnvel frá útlöndum? Já, við erum að fá mikil viðbrögð því við erum búin að auglýsa samkeppnina út fyrir landsdeildina og það bara gríðarlega mikill áhugi allstaðar að úr heiminum, bæði stór erlend fyrirtæki og að sjálfsögðu innlend fyrirtæki líka, þannig að þetta bara bóða gott.